a big case to us, and we are taking it very serious. The corruption is literally killing people. It's a really sad day in Namibia. We could have really done amazing things with our resources for these few people that are in this country. We need houses, we need toilets, we need food. Fyrir einungis fáum árum var Samuel Kabebo maður sem stór hluti íbúa gettóanna í höfuðborg Namibíu hræddist. Hann alinn upp hér á götunum og gekk snemma til liðs við eitt af gengjum hverfisins. Varð alræmdur fyrir vikið. Það hefur breyst, enda hefur Samuel breyst. Í hverri viku fæðir súpueldhúsið sem hann starfrækir gríðarlegan fjölda barna í þessum fátækasta hluta Katatúra hverfisins, kofaborginni Ombili. Hér býr fátækasti og berskjaldaðasti hópur þjóðarinnar. Þetta hverfi hérna Ombili sem í Katatúra hverfinu, það hefur staðið í 27 ár. Það búið að taka 27 ár að koma þaki yfir höfuð á fólkinu sem býr hérna. Einhverjar þær ömurlegustu aðstæður sem maður getur ímyndað sér. Hér ekkert vatn, hér ekkert rafmagn og hér eru lifrarbólga og aðrir sjúkdómar landlægir. Nafnið Ombili þýðir friður og Katatúra þýðir í raun staður þar sem þú vilt ekki vera. En hér samt allt þetta fólk. They have no toilet, they have no access to proper sanitation. This is what we call Namibia. There's a lot of poor kids here. Some of them, they don't even live in houses. They live the other side there, in shrubs. And we also need food, like there's no food here. Like, not everyone can afford food, like especially for us that we live this side of the ghettos. Most of the people, they only eat once in a week. Á leið okkar framhjá einum kofana urðu við vitni að því þegar ung móðir brást svona við því þegar sonur hennar stalst í fátæklegt búrið eftir bita. You just eat anything, they even eat dogs and frogs, donkeys, snakes even. It's not good for your health. I don't think in your country you never even touch this in your life. It's our food. If you don't like it, you just don't have a choice. Can you eat something like that? I don't think so. It's our breakfast, lunch, and dinner. Honestly, no mistake. Forstjóri ACC, embættisins namibíska sem fer með rannsókn spillingarmála, hefur í rúmt ár rannsakað starfsemi íslenska fyrirtækisins Samherja í Namibíu og ásakanir mútugreiðslur, fjársvik, skattsvik og peningaþvætti. Að umfangi málið hið stærsta í sögu Namibíu. When you look at the amount that is being alleged, you probably have also read about this amount. In the context of our economy, that's a lot of money. And as a result, we treat this case as one of the profile cases. We have started that process of requesting for assistance, cooperation, so that the case can be successfully investigated. So you are working with authorities now in Norway and Iceland? Yeah, we are actually preparing to contact them so that they can provide us information. As I said, that requests have been processed. Yes. Dagblaðið The Namibian eldra en sjálf þjóðin sem það kennir sig við. Stofnað árið 1985 og stærsta dagblað landsins. Sjálfstæð blaðamennska hefur ekki alltaf átt upp á pallborð stjórnarherra í landinu. Svabó-flokkurinn beitti ríkisvaldinu gegn The Namibian fyrir nokkrum árum og bannaði stofnunum ríkisins að auglýsa þar. Á tímum sjálfstæðisbaráttunar voru aðgerðir þáverandi stjórnarherra gegn blaðinu ekki svo diplomatískar. 1985 August, you see the first copy. Here's the pictures when the Namibian offices were bombed. When was this? This was 1985, somewhere in... And they never found out actually who did this? No, they never found out who did this. Nobody took responsibility. And no one got hurt? No one got hurt like that. So this is former President Sam Nujoma. I think he also, he also came. Visited the office. He came in. Yeah, when it was bombed. You received some threats over the fish rod.
There was speculation that there is some threats apparently, but we really didn't. Maybe we're still doing it, but we'll try and just add more to be more safe and not just go around and always watch your back. Eftir uppljóstranir síðustu vikna hafa margir beint sjónum að boðuðum áformum sjávarútvegsráðherrans ESA breytingar á úthlutun kvóta í landinu sem áttu að ganga í gegn á allra næstunni. Þvert á fullyrðingar Samherjamanna að þeir hafi ætlað sér að hætta starfsemi í Namibíu, telja blaðamenn Namibían að fyrirhugaðar breytingar ráðherrans hafi átt að verða til að styrkja stöðu Samherja enn meir og tryggja Íslendingunum enn meiri kvóta. The changes made to the allocation of quotas and rights, the ones that are now coming up, are such that they were really going to have a lot more business had these fish rot files not come to fruition. Í fjölmiðlum í Namibíu hefur því verið velt upp síðustu daga hvers vegna yfirvöld litu fram hjá þeirri augljósu staðreynd að fámennur hópur manna hafi komist í gríðarlegar álnir á meðan þeir voru flestir opinberir starfsmenn. Myndir af glæsihúsum hákarlanna og flottræfilshætti eins þeirra hefðu átt að vekja spurningar. Fremstur í flokki var hákarlinn Tamson. Hann var fastagestur í rappmyndböndum á einhverjum glæsikerrana sinna og keypti sér nýja Benz-bíla reglulega, jafnan með einkanúmerum. Frankly, many of them I doubt they can prove how they became so quickly if it's nothing out of these kind of schemes. I think what we didn't know, but we had at least a hint of how wealthy they were getting, but we didn't know to what extent, like even to an extent that mention that we put in the paper the other time of James and his cousin, those two houses. I think that really paints the picture of how enriched they've made themselves over the last few years. And that's not even, in fact, somebody called me today saying that's not even the bigger picture, because this is just one of the two houses. They have another one at the coast, they have another one out of the country. There were talks of houses in London. So it's so much that I think if we can maybe continue to report on it, we'll get a better picture. Eins og fram kom í Kveik fyrir hálfum mánuði virðist sem breytt lögum kvótaúthlutun árið 2015 hafði verið samin af hákörlunum og ráðherranum í þeim eina tilgangi að koma kvóta til Samherja. Þetta ræddu Samherjamenn opinskátt og hlutuðust auk þess til lagasetninguna þegar þeir mötuðu ráðherran og hákallana á hugmyndum til að réttlæta hinn breyttu lög, kynntu þeim íslenska ákvæðið hámars kvótaeign. Það sama og Samherji vildi að þeirri túlkað eins vítt og hægt var hér upp á Íslandi. Some people who are in the fishing industry are telling us, oh, well, we thought this group was the favorite of the minister, but it kept moving. The next group of Namibians became the favorite. Then the next group. Only now they are putting the pieces together that all these groups that the minister was, or the fishing ministry was encouraging to, they were all being encouraged to work with Samherji. And they didn't know about each other, but they could see that at one moment they get favored, then they fall out. They get favored and then they fall out. So this definitely was a reorganization of the process in order to benefit one or two major players, Samherji being one of them. No one has come to report to us an issue relating to bribery or fraud. It was not easy for us to suspect that possibly someone has got a corrupt motive behind the whole process of amending the law, with an intention to benefit a small group of Namibian nationals and a small group of foreign nationals and their companies. Obviously, the whole scenario around the fish rot case is very disturbing. This actually seems to have led to the undermining of Parliament here in the sense that an amendment to the Marine Resources Act was passed. It seems purely to benefit this deal that was going on and to benefit the Icelandic Fishing Company. And nobody here picked it up that this was a bad change to the law because it gave the minister more power, but B, that it could actually be linked to a very specific arrangement that was essentially designed to enrich a very few people. This was quite a clever deal in a way. I mean, the only way that it came out really was that one person had a crisis of conscience and
and revealed the intimate details of what had been happening. I was physically sick. Like, I felt physically ill. I could not, I mean, obviously I was aware that these things are happening. I was aware that, but the extent, the blatant disregard for the rest of the citizenry, I was beyond shocked. Erika Gephardt vinsæl sjónvarpskona í Namibíu. Þátturinnar nýtur mikilla vinsælda, en þar nálgast hún fréttir með óhefðbundnum hætti. Mem. Big things are going in this our republic, and we are walking a tightrope drunk. It took a brave man, a whistleblower of Icelandic origin, Johan Stephenson, to bring to light some stank the dank, the most olfactory nightmare in our fishing sector, and I am truly ashamed. So what we did was try to come up with a model that allows us to communicate with the future generations. And because I was already editing news, I thought of coming up with a concept that sensitizes youth to what democracy is, what, how their lives are affected by government, etc. So that's how I came up with the concept of It's a Wrap. Like us, the people that we do not have toilets, like if you see there is a lot of toilet papers, we shit, like we go and release ourselves in the bush, and this sickness is everywhere. There's just no toilets. We need toilets for us to help ourselves, for us not to get infected. Like the air from there, like when it rains and the riverbed, it starts to smell, and the smell that comes out from the riverbed affects most of the people here, hepatitis E. Á ferð okkar Ombili hlaupa þessir tveir litlu strákar á eftir boltanum sínum ofan í skurð. Þetta leikvöllurinn þeirra, en líka opið ræsi sem tekur í því sem skilið eftir í kamrinum á bakkanum. Það eru þessar aðstæður sem valda því að lifrarbólga E, sem smitast einna helst með saurmenguðu vatni og mat, landlæg hér í Ombili. Rétt eins og illa loftræstir kofarnir eru gróðrastía fyrir berkla. This is a playground. You know hepatitis E? Right here. Right here. And the kids are playing here. The kids are just jumping in. They're just everything lining up. Don't they get sick? They get sick even. We are trying to be our best to send them to hospitals. You even get snakes and scorpions. Yes. Something bad. Can you stay here just for one day? Can you stay there? I don't think so. Do you wouldn't like it? The smell is nothing good. For a little minute. Even they use that, our own toilet that we're using. Because of all this looting and plundering and corruption that's been going on, the country's revenues have just been spirited away into the offshore, into Dubai, into the Marshall Islands, everywhere. Stór hluti af rannsókn namibískra yfirvalda í höndum skattayfirvalda og beinist að Samherja. Möguleg skattalagabrot fyrirtækisins hlaupa á 100 milljónum króna hið minnsta. Það að Samherji hafi stofnað skúffufélag á ynni Máritíus til þess eins að rukka 100 milljóna króna árlega frá Namibíu í kostnað sem sagður var vegna starfsmanna, stjórnenda og sölustarfsemi auk annars, en fór reyndar aldrei fram á Máritíus, ekki síst talinn grunsamlegur og benda til skattaundanskota. Auk þess eru til rannsóknar fjölmargar aðra leiðir sem Samherji kann að hafa nýtt sér til að komast hjá skatti í Namibíu. Fiskkaup, vaxtagreiðslur, skipaleiga og fleira. That is one of the major aspects that's being investigated, and that is very, very critical. The allegations are pointing at tax evasions, the reduction of profit, so that they are less taxed. As a result, there's no way that we can successfully investigate this case if not involving investigation on this aspect of tax evasion as well. Because tax evasion is part of money laundering anyway. En það ekki bara skattskil Samherja sem menn vilja láta skoða. Frásagnir Bernard Esau, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra af eigin skattskilum, hafa líka vakið spurningar. It's really shocking. I mean, just A, that he is, first of all, stealing so much money, but B, he doesn't even want to pay tax on his ill-gotten gains. It's like the final sort of slap in the face for the ordinary Namibian, I think. And I would say, in our experience, the Ministry of Fisheries was probably about the worst government agency in terms of trying to access even basic information about which companies owned which rights or quotas. There is shock and anger amongst Namibians. There was a demonstration last week where people marched on the Anti-Corruption Commission
It might not have looked like a big demonstration, but those demonstrations and protests are not very common in Namibia. So the fact that it happened and it was so forcefully expressed that people wanted action on this case. Spillingalögreglan ACC hefur sætt harðri gagnrýni fyrir að hafa ekki gripið til neinna aðgerða í málinu fyrir nú á síðustu dögum. Þrátt fyrir að hafa haft undir höndum gögn málsins og framburð vitna í að verða ár. Sú staðreynd að einn svokallara hákarla var æðsti yfirmaður embættisins hefur eðlilega vakið spurningar. Þessi vandræðalega staðreynd blasti nokkuð skýrt við þegar yfirmaður embættisins fór með okkur í kynnisferðum höfuðstöðvarnar. Sýndi okkur meðal annars fjölda mynda frá starfseminni í anddyri hússins. And here's Saki Shangala. This is Saki. Where was this one? He's a prisoner. Oh, okay. This time he might be, a road reform. He was at a road reform. Because here, this is the president now. By that time, he was not the president. He was the prime minister. Look, if we had this information, notwithstanding that the minister was in the office, surely we were going to do our investigation. But it certainly makes it easier for you not to be investigating your boss, quote unquote. Of course. Eitt af því sem bent hefur verið á hversu langan tíma tók fyrir ráðuneyti Saki Shangala að afgreiða beiðnir frá rannsakendum í Namibíu aðstoð erlendis frá. Forstjóri ACC viðurkennir að ráðuneyti dómsmála hafi dregið lappirnar og þannig tafið rannsóknina á sjálfum ráðherranum. There have been some delay, but I would not want to conclude that the delay was because the minister was sitting in the office, because there are officials who attend to that. But they are maybe trying to cover their boss. I will not point to that. But all what I said to you is that the requests were submitted, and the requests were not processed as speedily as we wish they could be processed. En rannsókn hafin, meðal annars eftir ábendingar og fyrirspurnir ACC. Einn angi rannsóknarinnar í Noregi beinir sjónum að því hvernig þetta var yfir höfuð hægt. Hort á það sem virðast vera veikar varnir og aðgerðir norska ríkisbankans DNB við peningaþvætti. Kýpverskur fyrirtækjaklassi Samherja, sem hjartastarfsemi félagsins víða heim, hefur geymt meginþorra peninga sína á þessum reikningum. Hvers vegna peningar úr Afríkustarfsemi Samherja streymdu norska bankareikninga lítið vitað Gögn innan úr DNB sem Wikileaks birtir í kvöld sýna að jafnvel starfsmenn bankans veltu því fyrir sér. Skoðun DNB á reikningum sem bankinn taldi víst að væru tengdir Samherja tóku meðal annars til félagsins JPC Ship Management sem sá ráðningarsamninga starfsmanna á skipum félagsins víða heim. Það var sagt móðurfélag annars félags, Cape Cod FS á Marshalleyjum, sem DNB taldi raunar í eigu Samherja. Enda hafði starfsmaður fyrirtækisins verið meðal prókúruhafareikningsins og stofnandi. Árið 2017 lét bankinn gera svokallaða Know Your Client athugun á JPC Ship Management. Rauð ljós kviknuðu en ekkert virðist hafa verið aðhafst, hvorki vegna þess eða Cape Cod. Þetta kemur fram í nýjum gögnum sem Wikileaks birti nú í kvöld og Kveikur vinnur úr ásamt norska ríkissjónvarpinu NRK á Stundinni. Gögnin benda til þess að eftir þessa athugun hafi bankinn áfram leyft milljörðum að flæða reikninga félaganna tveggja. Svo virðist sem DNB hafi raun ekki brugðist við stöðunni fyrr en bandaríski bankinn Bank of New York Mellon stöðvaði millifærslu til Bandaríkjanna árið 2018, ári eftir að þessi rauðu ljós höfðu kviknað. Vísbendingar eru að greiðslur hafi farið til Bandaríkjanna fyrir mistök, jafnvel þó að starfsmenn bankans vissu að það ætti ekki að afgreiða þær. Allt þetta þvert á markmið með eftirliti peningaþvætti sem á að fara fram innan fjármálastofnana, bæði í Noregi og annars staðar í Evrópu. Talsmenn bankans hafa neitað að svara spurningum málið, bæði núna og í sumar. Það vill norska efnahagsbrotalögreglan Økokrim ekki heldur gera. DNB sier til oss at de ikke kan si noe til oss på grunn av hvitvaskingsreglene. Det riktig at ikke banken selv kan uttale seg om det her? Ja, det jo banken som må si noen ting om sin tolkning av reglene. Det kan ikke jeg si noe om, men jeg kan jo si at det strenge regler for taushetsplikten og for bankene etter hvitvaskingsloven. Det gjennomført noen razziaer, eller har dere vært på besøk hos DNB for å bedt dem om å levere noe til dere? Nei, jeg kan ikke avkrefte eller bekrefte om vi har en etterforsking i dette sakskomplekset, så da kan jeg heller ikke si noen ting nærmere om det. DNB sier at de samarbeider med Økokrim. Hva betyr det?
Jeg kan bekrefte at vi har vært I kontakt med DNB. Det for så vidt ikke uvanlig heller at vi I kontakt med private aktører I en sånn setting som dette her. Kan du si noe om hva den kontakten har gått ut på? Nei, det kan jeg ikke. Tilgangur Cape Cod FS virðist fyrst og fremst hafa verið sá að borga laun starfsmanna Samherja og síðar starfsmanna útgerðar rússneska auðjöfursins Vitalis Orlov eftir að hann keypti hluta af Afríkustarfsemi Samherja. Starfsmennirnir voru á samningum sem starfsmannaleigan JPC Shipmanagement á Kýpur sem Í eigu samnefnds þýsks félags hélt utanum og svo virðist sem afnot af Cape Cod hafi fengist Í gegnum starfsmannaleiguna. Yfirlit yfir bankaviðskipti Samherja sína að milljarðar hafa farið frá félögum tengdum sjávarútvegsrisanum til Cape Cod. Og ekki bara til félagsins til að standa straum af launagreiðslum, heldur hafa fjármunir einnig borist Samherja félögunum frá Cape Cod. 9,2 milljarðar króna streymdu frá Kýpurfélögunum Esju Seafood og Noo Pelagic til Cape Cod á meðan það var Í viðskiptum við DNB frá 2010 til 2018. Þetta eru sömu félög og sáum greiðslur til stjórnarformans namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor sem Kveikur fjallaði 12. nóvember síðastliðinn. Bankanum þótti þetta á endanum óþægilegt. Ekki síst af ótta við að bandarísk yfirvöld myndu sekta DNB fyrir að standa sig ekki Í eftirlitshlutverkinu. Það var því gerð ný greining á Cape Cod FS og hinu meinta móðurfélagi starfsmannaleigunni JPC Shipmanagement. Niðurstaðan var sú að umræddum reikningum var lokað, enda benti bankinn sérstaklega á að engin þörf virðist vera á að þessi félög ættu bankareikninga Í norskum banka. Hvor flinke mener dere I Økokrim at bankene til å unngå å da havne I den type situasjoner at de har overført penger til skatteparadiser og mistenkt for hvitvasking? Jeg kan I hvert fall si at vi har sett en økning I antallet mistenkelige transaksjoner som meldt inn fra rapporteringspliktig til Økokrim de siste årene, og det inkluderer jo banker. Så vi opplever jo at de har oppmerksomhet definitivt på området og bruker ressurser på det. Talsmaður DNB segir Í skriflegu svari við viðtalsbeiðni Kveiks að bankinn sé að skoða samherjaskjölin og að ekki sé hægt að útiloka að DNB hafi verið misnotaðar af glæpamönnum. Bankinn setji varnir gegn peningaþvætti Í forgang og nefnir að á síðasta ári hafi fleiri en 1500 málum verið vísað til lögreglunnar. Þurrkatímabil sem nú hefur varað Í 6 ár Í Namibíu og ekki skilað svo mikið sem dropa úr lofti Í rúmt ár, hefur ásamt versnandi efnahag komið verst niður á þeim sem síst skildi. Fyrir skemmstu var ákveðið að falla frá 1,5 milljarða framlagi til uppbyggingar spítala Í landinu vegna niðurskurðar. Þetta vel sjáanlegt á Katatúra ríkispítalanum, stærsta spítala landsins. Þangað fara fátækustu íbúar landsins sem ekki geta farið á einkasjúkrahús. Hér skortir lyf, tæki og starfsfólk. Úr sér gengin tæki og tól eru ekki endurnýjuð. Ruslahaugurinn við bakdyr spítalans segir sína sögu. Á sama tíma stjórnmálahreyfingin SWAPO að byggja sér 6 milljarðs króna höfuðstöðvar hér handan götunar. What about healthcare and doctors? We went to the Katatura hospital yesterday. That's not terrible. Now you come with your eyes out. Your intestines are in the plastic, but you must drain the line. You will die there most. The corruption is literally killing people. There's just not the facilities that is needed. So, yeah, people are just kind of abandoned in the corridors on a bed. If there's no medicines, go home. If you don't have the money to go to the pharmacy, go home. Then just stay there. You get sick. Die. No, there's not what are you waiting for? There's no condoms. There's no condoms. There's no medicines. Hey. We have cases I've reported on where people collapse outside the hospital. There's no ambulance at the clinic. Most people who've been to the hospitals recently say that the only thing that they can get as medication, high blood pressure, ARVs, all gone, that they don't have those drugs. You get Panado, which is a basic paracetamol tablet. It's unbelievable. There's no parliamentarian or minister that dare set foot in any of these state hospitals. They will go to these incredibly expensive, private hospitals where if you arrive, they demand a down payment of 15,000 on the spot, or they are not taking you in. Otherwise, the ambulance will pick you up and go and drop you at Katatura State Hospital, where you will probably die in the queue. Það erfitt að ímynda sér þegar maður sér þetta svona nálægt sér, en þetta er hús. Það býr einhver fjölskylda. We need houses, we need toilets, we need food, we need
people to come and help us to help the parents in need to take their kids in schools. The schools, the state of Namibian schools is, I don't understand how anybody's child is expected to learn under such conditions. Some kids are under trees. Í stjórnarskrá Namibíu segir skýrt og greinilega að grunnmenntun sé réttur allra og eigi að vera gjaldfrjáls. Nýlega var hins vegar byrjað að rukka börn fyrir bækur og ritföng. Sandra Benjamin ætlar sér að verða læknir. Hún reynir að eyða mestum tíma í að læra. Jafnvel þó það sé oft erfitt í rafmagnsleysi og blankeitum sem leyfa stundum ekki að keypt sé kerti fyrir hana að lesa við í myrkrinu. Að alast upp í Ombili felur ekki bara í sér óttan við hungur og fársóttir. Alkohólismi, ofbeldi og hörmungar sem fylgja eru brauðið sem kalla má daglegt hér. Sandra þó ákveðin ung kona. Hún ætlar sér að skapa sér og sínum betri framtíð. Some kids don't even go to school. Some are just in the street like this. This is their living, they just stay in the street. We also pay school fees now. We never used to pay school fees, but things are changing. Like as for me in my school, as we started writing our exams, we do not use any textbooks, we do not have. Even the way we study, we just study at school. We just learn, but at home we do not have any textbooks or anything to help us. Áður en við komum í þessa stuttu ferð til Namibíu, höfðum við gengið frá því að ræða við 2 ráðherra í ríkisstjórn landsins. Þeir hættu hins vegar báðir við þau viðtöl á síðustu stundu. Forsetinn, Hage Geingob, var líka á upptekinn við kosningabaráttu sína til að hitta okkur, að sögn aðstoðarmanns hans. Do you believe that it's possible that a grand scheme as the one we're talking about here would go on without him knowing about it, the president? Well, that one I will not be able to touch on whether he did not know. The president is one citizen of this country who does not want to interfere with the work of the Anti-Corruption Commission whatsoever. Not a single once. If you had mentioned this like a month ago, I was still saying the independent SWAPO candidate, if he was to take 10% from the current president's votes, that would have been huge. Now, it could go to 30% for all you care, but it's my guess. But the sentiment out there is that people are really, really fed up. That there's been rampant corruption. It's just dismal. It's a really sad day in Namibia. Considering our population size, we could have really done amazing things with our resources for these few people that are in this country. For me, this could be a turning point for Namibia. And if we are going to be serious about our actions against corruption, this could be the moment that we take action, or it could be the moment that we basically give up the fight. I think there is, for the first time in 30 years, I see an opportunity. Yeah? It's going to be a process, and it's not going to be an overnight change, but the wheel has turned. Nú þegar nokkri dagar eru til kosninga og við kveðjum Namibíu, vitum við svo sem ekkert hvaða áhrif þetta mál kemur til með að hafa hér. Önnur en þau að það er til rannsóknar hjá skattayfirvöldum og hjá spillingalögreglunni. Auk þess sem yfirvöld á Máritíus, á Íslandi og í Noregi eru með það til skoðunar eða rannsóknar. Við ætlum hins vegar að slá botninn í kveik að þessu sinni, sjáumst aftur næsta þriðjudag. En við bendum ykkur á að hægt að senda okkur ábendingar í gegnum Facebook síðu þáttarins og heimasíðu hans ruf.is/kveikur.